Þegar við tölum umhverfismál, skiptir máli hvaða orð við notum. Sum orð eru léttvægari en önnur og geta jafnvel gert lítið úr umræðuefninu. Ef ég fer til dæmis til læknis og læknir lítur á mig og segir: Já, þú ert með tímabundna beinaflögun í vinstra afturfæti. Það er ekki sérlega góð leið til að segja frá því að ég er í rauninni fótbrotinn. Það skiptir máli að tala skýrt alvarlega hluti. Það má segja að orðið loftslagsbreyting hafi gengið í gegnum sama ferli og sjálfar breytingarnar sem merking orðsins stendur fyrir. Fyrst að tala loftslagsbreytingum, svo hlýnun jarðar og nú heyrum við oftar loftslagsvá og hamfarahlýnun. Þannig má segja að orðið sjálft hafi orðið sífellt gildishlaðnara, sterkara og jafnvel ógnvænlegra, rétt eins og fyrirbærið sem það lýsir. Hamfarir merkir þegar eitthvað lætur óðslega, verður sífellt óskaplegra. Þannig þýðir þá hamfarahlýnun það þegar hlýnar óskaplega hratt á stuttum tíma. Sem er einmitt það sem er að gerast á jörðinni allri, enda stundum talað hnattræna hlýnun. En svo er það samt þannig að það mun ekki endilega hlýna allstaðar. Þess vegna hefur orðið loftslagsvá einnig verið notað. Vá merkir hætta og okkur mönnunum stafar ákveðin hætta af því hvað við höfum gert við loftslagið okkar. Hamfarahlýnun hefur haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér fyrir allt líf á jörðinni. Með aukinni bráðnun heimskautajökla mun hækkun yfirborðs sjávar ógna borgum og byggðum sem lægst standa. Vistkerfi hafanna breytist og sumar fiskitegundir gætu breytt ferðum sínum hafið. Og svo verða meiri öfgar í veðurfari. Þurrkasvæði jarðar breiðast út, svo nýjar eyðimörkur myndast. Þegar meðalhiti hækkar má líka búast við öflugri hitabylgjum, oftar, sem eykur álag á heilsu fólks, sérstaklega þeirra sem eru veikir fyrir. Hlýnunin hefur mismunandi áhrif eftir því hvert við lítum á jörðinni. Landfræðilegir þættir hafa áhrif á loftslag og veðurfar. Það skiptir máli hvort við erum að horfa á eyðimörk, regnskógabelti eða eyju í Norður-Atlantshafi. Á Íslandi telja vísindamenn líklegast að úrkoma aukist. Við fáum meiri rigningu, sjávarstaða mun hækka og vistkerfi breytast til muna, sem hefur þá áhrif á lífríkið. Ýmsar lífverur, svo sem fiskar, fuglar og önnur dýr, breyta lifnaðarháttum sínum þegar vistkerfi þeirra breytist. Þetta er alvarlegt og mikilvægt að við nálgumst verkefni okkar, sem er fyrst og fremst að minnka magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu til að koma í veg fyrir hlýnun. Hamfarahlýnun er breyting á loftslagi af mannavöldum og ein af stærstu áskorunum sem mannkynið og lífríkið á jörðinni standa frammi fyrir. Þegar einhver fótbrotnar, þarf að hlúa að brotna fætinn. Viðkomandi þarf hvíld og breyta sinni daglegu rútínu og jafnvel lífi sínu til frambúðar. Kannski fór hinn fótbrotni svolítið óvarlega sem var til þess að hann slasaðist. Þá er skynsamlegt og gott að fá skýrar leiðbeiningar hjá sérfræðingi og hlusta og fara eftir fyrirmælum. Þannig getur fóturinn batnað. Það sama á við hamfarahlýnun. Vísindamenn vita hvað þarf að gera og með sameinuðu átaki náum við að hægja á hlýnuninni og hlúa að jörðinni.